Sælir og vera velkona pottum minn fyrir eitthvað. Jó, við erum í Ok, við erum lent í dag með frábæran gest, hann Guðni. Ég vil ekki spoila svona hvað að fara að koma, en þetta er töff þáttur, ok? Mikið talað hvað maður að segja, misnotkun á börnum og svona, og mikið sorg, bara alveg frábær þáttur, mjög gaman að kynnast þessum gaur og heyra söguna hans, þú veist, ég er ekki að hlæja þessu, sko, en þetta er erfitt að hlusta og en samt bara frábært viðtal með að þetta ganga mjög vel og hann mjög fyndið líka, í endanum verður þetta skemmtilegt, sko, þannig að aðeins tala hvað er búin að gangi right now hjá mér, what's up, aðeins catch up hérna, sko. Ég og þú ert að hlusta, hvað ertu að gera? Út að keyra eða eitthvað? Ég var að hlusta á eitt podcastinu daginn, mér langar aðeins komið út, shit, hvað heitir það? Ok, við ætlum að pulla upp þetta podcastina sem ég var að hlusta frá einum Íslendingum, tveim Íslendingum, tjekkum á þessum maður, podcasts, boom, come on, ertu að fokkim? Allt og ekkert, þetta er þess að í þessum þáttum tölum við allt og ekkert, samt aðalega það sem er skemmtilegt. Wow, þetta er the worst description sem ég sé. Þó mitt description sökkar. Ég hata descriptions, ok? Ég veit ekki hvað ég á að segja hann inni. Líka með það, með descriptions á podcastum sérstaklega. Þú veist, þú þarft 100 þætti að þú veist hvað þú ert að gera, sko. Ég er náttúrulega komið 50 eitthvað núna, en ég er að segja þú þarft þú ert að gera fullt af þáttum og þú veist hvað það podcast really er, sko. Og ég er byrjað að taka eftir hvernig podcast þetta er út af ykkur. Feedbacki sem ég fæ frá ykkur þetta er fyndið podcast. Fólk fílar að hlusta á þetta í bílunum sinnum og hlæja á leinu vinnunni og þú veist, krakkar 12-13 ára krakkar eru að stoppa með út í götu að þeir eru að hlusta á það. Og það er mjög líklega bara alveg út af, þú veist, ég er mjög stór á Snapchat og er með fullt af TikTok fylgjendum og það er mest megnis á þessu krökkum, en það er ekkert að gera gott description þegar þú byrja podcast bara mikið eitt þátt. Þeir allar komið eitt þáttina, þáttur eitt samfélagi, við tölum samfélagi í þessu þætti og fórum meðal annars í hraðaspurningar. Já, fucking hraðaspurningar, maður, anskotin. En þetta er sem sagt, hvað er þetta, Svenni og Elvar eða eitthvað, tveir drengir, einn af þessum gaurum var alltaf að senda á mig, bara hann þurfti aðstoð með að setja upp podcasti og gera RSS dóti og mér alltaf gaman að hjálpa, þannig ég bara retta því fyrir honum. Og líka ef þið þurfi hjálp með anything, heyrðu það good shit, maður. Ef þið þurfi hjálp með anything podcast related, senda á mig, mér alltaf gaman að hjálpa. Og líka bara með langar að eignast fleiri svona vinir sem er í podcasti í þessu, sjá ykkur búið til podcast, það er gaman, sko. Þannig að allir hlustaði þáttinn hjá þeim. Ég var í bænum að kaupa ramma og kæfta og ég var að fara í þetta walk-on, þannig ég alveg kveikja á þessu í svona 20 mínútur að keyra og right off the bat, sko, þetta var skemmtilegt þáttur. Við vorum að tala um samfélagi og við vorum að tala um Gylfamáli, því ég vissi ekkert um það, þannig ég alveg, cool, kenni mér. Og hann er greinilega, hann er ásakaður barnan ykkur, og þannig að þeir eru að tala um það eitthvað svona og svo fara ekki hraðaspurningar og en sko hraðaspurningar, ástæðan ég hatar hraðaspurningar, ok? Podcasting hefur alltaf verið svona pirate radio, þú veist, þetta er ástæðan að þú myndir allan að hvernig þetta var alltaf. Ég byrja að hlusta podcast, ég var 11-12 ára, ég var ekki að byrja í dag, sko, en hvernig það var, podcast eru great að þú getur talað um anything, það á að vera svona the thing, skilur, þú ert líka að fá perspektíf hjá bara eitthvað einna manneski, hún er bara að tala, þú veist, þú annarkvort með eitthvað cool viðtal, eitthvað tvö fólk að tala saman og hafa gaman, eða bara með eitthvað gauðin eins og ég sem bara er chatting shit, er að drulla í mikrofónin og er bara að segja sem honum finnst og hvað er gangi og bla bla bla. The great thing með það, þetta er unfiltered, uncensored, ekki kjafta, en eflaust þurfum við öll að passa okkur, ég er ekki öll orð sem maður er að segja, er ekki allt sem ég ætla að tala um og þannig er þetta, skilur, en
við erum að hlusta á nokkuð podcast hjá svona fylgjendum mínum sem við varum að senda með svona hei, ég er að gera podcast og svona og ég meina, ég gera grín að 2 fellum akkurat fyrir þetta sama þegar þeir byrja podcastið sín þeir flestir sem eru að byrja þessa podcast hafa bara hlusta á FM 95 blöð kannski og útvarpið eitthvað, þannig að þeir eru bara að gera sama á þeir, þú veist, sem er alltaf þannig, skilu, ég er podcastið mitt byrja fyrsti þáttur minn, er eiginlega bara ég að gera sama Bill Burr gerir, bara tala Dyson eða eitthvað að finna sögur og eitthvað svona það er minnst að áhugaverðara heldur en að heyra sama svona hack drastlið sem við vorum í útvarpið síðan 1970 skilur hraðspurningar, eitthvað get to know you og þetta er alltaf, veist, eitthvað hvað farir á pulsu skilur gives a shit skipa yfir alltaf, sko mér langar freka get to know the person ef við hlusta podcast, mér langar sjá hann hugsar sjá hversu fyndar hann er, búm, alltaf þetta dót, sko ég vil vita hvort það kúkar á sig ég vil vita hvort það rungar sér úti ég verð að vita alltaf þessa hluti, ok það er ekkert þetta að vita þetta, en ég voru bara að tala við vorum að koma með, og það er fullt af svona leikjum sem fólk kom með frá bara, þú veist, FM 957 hefur við að gera þetta, ég meina pappi minn, bara sem dæmi, ég fæk kassettuspólu frá honum í sumar síðasta veður hann var sem sagt radio host fyrir einhverja stöðu sem fór að hausinn 1989 eða eitthvað, sko hann var hann þegar hann var 17 ára það var 1987 og hann var hann einhver host og ég meina, þetta var bara ekki Kiss-lag og ég var ekki að hlusta á það, svo kemur pappi eitthvað já, það var nú Kiss með plötuna bla bla blúbli og við erum að koma hérna bla bla blúbli og passið ykkur, veðrið er mjög mikið í Reykjavík, bla bla blúblú og kveikjum á AC/DC, þetta var eitthvað svona kjaftaði og ég nenni ekki að hlusta podcast sem eru bara sami shiti, skilur, bara sama drasti sem þeir múin að gera í útvarpinu í 40 ár þú veist, fuck radio fuck FM 957 það er auðvitað ekki góð þættir en ég hef ekki game sense, þú veist, mjög ég hlusta á Herran Ninsmur radio þannig að það var jafn crap, sko þú veist, þó hversu mikið ég elska tónlistana á Herran Ninsmur, alveg mikið á því en fuck, ég er ekki að hlusta á útvarpinu það var bara að gera sama shit og allir maður, en svona er þetta maður, það er eina sem ég svona myndi segja við þessar strákar sem voru að byrja þetta podcast er bara, þú veist, þeir voru cool saman, þeir voru fyndin saman við varst gaman hlusta á ykkur en já, farið líka í efni alltaf fyrst, strax mér finnst það svolítið, ég var líka mjög hægur í að fatta það þegar ég var að byrja þetta podcast ég var alltaf svona hægt og rólega að byrja og svo kannski eru tíminn af þættinum bara svona intro, lead up, skilur ég fíla það ekki þannig að ég minnst alltaf gaman bara get right into the bit, þannig eins og þegar ég tek viðtöl, skilur, þá langar mér eiginlega bara að það kemur introið veistu þessu, þetta intro mín núna er lengri, skilur, ég er að spjalla og svona þú getur alveg skipað þetta, þú getur alveg bara beint í viðtali og þá kemur strax eitthvað fyndi gaman sem þurfur að gera þetta er svona öðruvísin intro heldur en að vera bara eitthvað, þú veist, já, í dag ætla að tala um hvað eftir hann komin upp í fucking tríð anskoti maður en já, ég bara ekki dýtla meint en bara gerið podcast, ekki útvarp god damn it, Kitty, would you just fucking down there ég sveri þar aðra svona kitty cam þannig að ég ætla hættum þessu rugli maður vegspjald.com fyrir ógeðslega falleg vegspjöld og ég er að meina hvað sem er viltu mynd af tásuninni viltu mynd af mömmuðinni þetta, hvað viltu sendu á mig, við rettum því vegspjald.com, friki.r á TikTok friki snappar á Snapchat það er allir með það og ef þú vilt að ég drepa hann á fucking kött látu mig bara pottu mig frika Guðni mættur þú sem að þú bara sendir á mig skilabóð bara á Snapchat bara hei, mér langar að segja mína sögu og þú veist bara ef þú ert líka múin að lenda í ykkur leiðilegu eða eitthvað svona áhugverð sem langar að tala sendu bara á mig, mér finnst alltaf gaman að bara kynast nýja fólki og hann getur þú kannski sagt okkur bara smá frá þér Ég er 2003 model 03? Miklu stærri en ég son of a bitch son of a bitch man alltaf líður sko ef ég á að byrja bara söguna frá byrjunum þá var ég beittur heimilisofbeldi mjög ungur bara byrjaði mjög fljótt og þetta fór meðfram því yfir í frænda minn beitti mér kynferðislega ofbeldi ekki síðan frænda aftur, aldrei þannig að ég þóra að mæta aftur
ég fæ ekki skilabóð frá hann ekkert Bara hvarf bara já, hann hvarf á jörninni Finnst þið það þægilegt? Eða svona það er óhugnanlegt Já, það, við vera strákur já, fyrir mig hann núna Já. með að vera strákur það er ekki hægt að sína að þú varst nauðgaður Nei. og það getur ef þú verður nauðgaður kvenmanni þá er sagt að þú fílar þetta nauðgaður kallmanni enga fokkin sannanir ekkert Nei, ég veist, það er ekkert gert í þessu bara, þú veist Nei. Hvernig var þú veist, varstu ungur eða þetta er sko pabbi minn sagði mér frá þessu ég vissi ekki að þessu sjálfur Shit, ég var 5 ára fuck me, maður 5 ára, maður, og hvenær lærðu það þessu? Varstu miklu eldri þá eða? þá var ég það var seinasti mánuður sem pabbi minn var lifandi God damn, man, shit laður í harkjálfdeildi og ég fekk með skallablett hérna á toppinum sérðan eða Jú, ég sé það þetta er pingulítum skallablettur en hérna fekk hérna með því að það var kastað stein í hausinn á mér What the fuck, maður já og svo er ég með bólgu í bakinu og var hrind af mér að svona þríning sem var og það var ítt mér á honum 3 metra fall á bakið God damn, man Ok, við erum með eitt in common Ég er líka með skallablettsturina já Það var hent mér í vegg því ég var ekki já krakki sem komur svona og hent mér í vegg Þannig að við erum alltaf með skallabletti Við erum góður á því, sko já 3 metra, maður, what the fuck Þetta hvað er þetta gaman? þarna var ég í 5. bekk já, 5. bekk Var það svona þrýðningur eitthvað svona í skólanum eitthvað Já. svona bara upp eitthvað svona bara skóla þetta voru skólatíma og allt saman ég fór upp á sjúkrahús og það var bara sagt heyrðu baki hans ónýtt Ertu ennþá með bakverki núna? Eftir já Shit, man það bætist ekki samt það kemur að slengri sögunni Já, ok og hérna ég man að setja kísuna út Hún er alveg með fucking leiti já Þannig að þeir synda niður á þrýðning fucking 3 metra Nú bakið fucked já en sko eineldi hætti mjög mikið í 8. bekk það stoppar gríðarlega en þá fer það á netið Já og svo er núna ekki að kjaftaði mig ekki núna þegar þetta var að gerast að það var dreift mynda mér nudes Já dreift utan allt saman það er allir að segja að þetta var ég þetta var ekki ég Var þetta bara eitthvað önnu mynd sem já Fuck, man og finnast þið það ég var að þegar ég frétti af þessu hafa sínt mér myndina Já, þetta var bara, það er mig já og ég sá myndina og ég bara ekki að heyrði þetta er ekki herfingi mitt og þeir voru bara ekki að býta þetta ekki nei, herfingi mitt er svona síndi mynd var búin að sína mynda herfingi minni og þetta var allt öðruvísi ég finnst þetta fáránlegt Hversu lengi var þetta svona í gangi svona... þetta er ennþá nútið lag sko Já þetta er ennþá að tala upp ert þú ekki gæðin sem var sendið dickpic en ég bara oh my god Sorry, ég ætla bara að henda þessu dótið það voru góður já Þannig að varst í 8. bekk þegar þetta gerðist, þú veist, með hana nættamyndina já Það er fucking út líka, sko hugsaðis að þetta er barnaklám nútildags En ég er svona það er svo skrítið þess að þegar ég var líka í 8. bekk þá var þetta svona, þú veist þá fór allt bowling, það var enginn að gera neitt í skólanum nú var alltaf á netinu, skilur alltaf Snapchat og eitthvað og svona dót var alltaf að koma upp í skólanum mínu líka bara, þú veist, nættamyndir og nættamyndir í skóla iPodunum og eitthvað já, þetta er sko alveg fáránlegt en svo var þetta mjög mikið einn á netinu það var aldrei búið með neitt, ég var alltaf einn ég var einstaklega búið í ammali vegna þess peningar Já, til að já. Þú kefum pening Ég kom aldrei með pening Aldrei Fuck 'em Já Og eftir það þá ég átti mjög fá vini en hvað er hún fyrir því? Hvað þetta mun bara eftir að korta þá sopna hún Ok En hérna ég átti svo fá vini ég á einn vin ennþá nútildags besti vinur minn, hann Jónar hann ennþá með mér nútildags og
eini vinur sem er búin að vera með mér núna í alla mína ævi sín í mann eftir mér. Það er þá alveg með sterkan vin allavega. Já, hann segir ég mun aldrei fara frá þér, skiptir ekki máli hvað gerist ef hann mun alltaf vera með mér. Góð vinur með þér. Já. Og hann er núna á föstu og ég er mjög sátt með það. Gæla hann heim í Kanada. Erst þú ekki að það alltaf bara þetta bullshit? Nei, ég var alveg heyrt í henn og tala við hann sjálfur sko. Nei, ok. Og hann sendi á mig skilaboð daginn. Gaur, ég ætla að flytja til Kanada. Shit man, ok. Og ég var ekki heyrðu, hvað með mig? Heldur ég myndi ekki taka það með það? Oh shit, þið bara frá að flytja það? Hann er að tala að flytja. Ég er svolítið bara ekki, ok, ný start, nýtt líf. Ok. Ég er alveg til í það. Við erum bara að safna pening núna. Akkurat. Og það er allt í góðu götu núna. Svo þessi sami vinur í 9. bekk fær flóðakast. Ég held ég er að missa hann. Ég held að sé bara deg að vera til skólanum. Já. Nei, hann var upp í rúmi með öðrum vinum sínum. Þau voru gista og hann fekk flóðakast. Ég held ég er að missa hann bara. Ég er upp í rúmi óvinn hvað þunglindi var. Og 2 dögum áður frétti 2 dögum eftir frétti að hann var alltaf góð með hann. Degi eftir á deginamá mín. Shit man. Ég bara ekki, ok, lífið er að ganga aðeins vel. Heiði amma þinn daginn. Ha? Lífið þarf alltaf að throw you a little curveball. Já. Já, maður. Sko, finnast við að ég get jóka með það, þetta er allt í góðu. Ef þú getur jóka með hlutin á þess að vera bara, ok, þetta var svolítið far. Maður getur verið far með brandara en maður hugsa bara, ok, lífið heldur áfram. Það eru liðið 4 ár síðan. Og nú, svo í 9. bekk sama shit, bara engin vini, ekkert neitt, ekkert speskerð á þessu ári. 10. bekk, byrjun 10. bekk þá fer ég heim einn daginn og ég lappa upp á mínu látnum og kransastýplu. Var hann bara á gólunum þá? Nei, bara upp í rúmi. Já. Ég lappa upp á hann og ég segi við pappa, heyri, ég komin heim fyrir klostið og fæ mér eitthvað að éta. Og vitum það, dauður maður inn í herbygginu minni. Shit. Ég lappa upp á hann og ég segi, heyri pabbi, vakna. Teki eftir að hann er opinn síma. Hann var svo gamaldags, hann loka alltaf símanum sínum, var alltaf með hann lokaðan. Ég maður passvölda í símanum svo saman. Þá sagði ég að hann búin að hringja 112. Og þeir voru, hann var alltaf í það að hringja og eitthvað. Og enda með því að ég hringdi úr símanum hans og sagði, heyrðu, pabbi minn er látinn, bla bla bla. Þeir segði mér, draði hann á rúminu og sett hann á gólfi og byrja að nóða. Ég myndi aldrei vilja eitthvað 15 ára strákur myndi að upplifa þetta, ekki að bli yngri, ekki eldri, ekki Ég myndi að með maður. Já, að nóða í pappa sinn. Þarna var tímapunktur, ok, somt aðeins áður fyrr, mamma mín var ekki heima, þau skildu fyrir 8 árum áður að þetta gerist. Og það breytti mjög miklu fyrir lífið mín og eitthvað. En það breytti mér sjálfur út af, ég hugsa, ok, ég ætla ekki að hætta með konun minn, kæristu, whatever. Já. Þannig tíma út af ef ég á barn með henni. En það sem breytti mér var að sjá Já. Það sem breytti mér var að þegar pabbi minn samanlátin þá hugsa ég bara, ok, líf er að fara að breytast á alvarlega hátt. Ég tala alltaf að flytja til mömmu en aldrei vildi aldrei út af. Já, nú ertu settur í bara nú er strax eitthvað að breytast mjög mikið bara. Já. Gessamlega bara. Flyttu þá til mömmu nú strax? Ég flytti beint til mömmu. Já. Og ég fekk frétt, það var hringt í mig saman dag, fréttin voru bara, ok, hann er látin. Ekki mikið sem ég gæti gert í og ég bara grétur með augun allan daginn. Já. Heila mánuð var þunglindi, bara þunglindi. Já, varst ekki að fara í skólanum bara, þú veist.
ég var inn í herbyggi að spila tölvuleiki ekki með neinum eða engum bara einn. Talaði mikið við vinið þá Nei, ég talaði við engan. Ég svaraði sjaldna snöppum, svaraði kannski 2 og 3 svar og búið. Bara gæst ekki, hafa ekki orkuna og bara... Nei, eina sem ég hafði orkuna, ég var að setjast í stól og spila. Bara ekki til að koma hausinum af bara. Já, þetta bara til að disclaimer fyrir fólk, ég ekki komið hérna til að segja að vorkinu mér bla bla bla, nei, ég ekki til í það. Ég langar ekki að fólk vorkinu mér. Og þetta gerir manna sterkara mannesku. Já, þú komst inn og sagði eitthvað sama bara, þú veist að þó er ekki mistök, öll mistök og einna dót sem hún lendir í, ég getur að djóka maður líka, það það betra skilu, það hjálpa þér að þú ert ennþá lifandi. Ég ennþá lifandi. Svo mikið eftir, sko, ég 18 ára, ég á heilt líf eftir. Þetta sama með, þú veist, 15, 16, whatever. Já. Það breytir ekki, þú lifir lífinu hvernig það er. Lífið getur hendað þér skotum og skotiði niður en þú getur alltaf staðið aftur upp fyrir eftir og vilt það vilt það ekki. Þetta frá hérna Rocky myndinni. Já. Ég tók þetta ég tók þetta frá Rocky myndinni. Ég bara ég nota þetta. Ég horfði á hann áður í kominga. Svo gleymir að taka út alveg, yo Adrian, þú ert þannig. Já. Myndur ekki segja bara, þú veist, ef ég var krakkar þessum aldri og þess að þú bara sem lendi ykkur svona hræðileg, hvað myndir vilja þeir gera frekar? Hvað myndir svona segja við þá? Ég myndi segja ekki fá ykkur hjálpi alltaf við allir, stundum þurfa bara að díla þetta sjálf og ég veit það verður erfitt, það verður alltaf vera erfitt, skiptir ekki máli. Ég mun aldrei skilja tilfinningar við sömu manneskju sem misti pappa sinn, ég mun aldrei skilja tilfinningar hans og það við dílum við tilfinningar öðruvísi. Eins og ég myndi vera barinn, ég var bara ok, það gerðist en einhver annar var barinn, þá var hann bara skítrættur. Já, við erum alltaf mismunir en það ljós enda á göngsins. Ég eftir að finna ljósið mitt, ég ennþá þunglundi, og ég mati hátíð, ég átti erfitt í skóla. Já. Ég hætti í skóla og ég fór að vinna bara. Já, þú veist, þetta ekkert í fjölbreytinu svona? Nei. Hvað að vinna núna? Ég vinn í fjölsmiðinu og ég að fá vinnu í pulsbarnum, kækjað. Nice. Bara Gósi. Já. Pulsóra og svo ég að reyna að fara að tala við frænda minn að finna sem pípari. Já. Ja, frændan, besta vinn pappa minns. Já, ok. Er það eitthvað sem þú myndir vilja fara að læra í, þú veist, seinna þá? Já. Og það er bara frábært námskilur og eitthvað svona, þú veist, skill til að hafa, sko. Já. Fyrir maður, ég glemt að segja eitt. Já, it's reverse it. Já, reverse it a little bit. Take it back. Og besti minn pappa minn deyr á sama degi og útfarardagurinn er. Það bara, þú veist ekki hvað, nokkur vikum eftir á? Það var bara ár síðan að það myndi gerast. Út af, við veistum að það var ár liðið, svo fór útfarardagurinn og dó besti vinn pappa minn á sama degi. Hitt hann daginn áður fyrr og ég spurði hann að hann myndi mæta en það var látt mig vita eftir hérðaföruna. Fucking A, maður. Það hefur ekki skæðan svo mikið bara sama deginum. Já, og ég bara svona var bara ok, lífið sökkar. Já. Ég get ímyndum með maður. Ég bara ekki, ok, tími til að enda lífið. Nei, ég lægt ekki að borða, mamma ekki með þetta og ég lægt, oh, another thing. Bara ekki aftur. Shit, man. Sko, ef lífið var leikur þá það erfiðast að levelinu. Já. En we're taking a little bit, þú veist, í næsta difficulty. Já. En ég ekki að fara að gera lítið úr fólki sem hafi farið gegnum marga hluti. Já. Ég ekki að fara að gera það. Eftir að lenda í þessu öllu þá hugsa ég bara ok, vera næs. Ef þú verður ekki næs þá endar með því að vera einn af þessu fáundum sem mun gera grína þér og eitthvað. Það er saga búin gangi í 3 ár núna um mig að ég nauka ekki alveg. Ok. Hvernig byrjaði þetta? Ég veit það ekki. Var þetta ekki kærasta eða eitthvað svona? Nei.
ég veit ekki, manneskjum hvað var þetta. Hann sagði þetta ég gerði það á Samfés. Já, þetta starf þegar þú veist í 7. bekk eða 8. bekk eða 10. Já, samfélags ekki til 10. bekk. Jú. Já. Og hann sagt með mig, hvernig varst það nauðga einhverjum? Ég bara, Hvað spes varst það einhverjum og ég bara ekki, hvað er það að tala um? Já, það er einhver sagagangur. Ég bara ekki, hvað kjafta er þetta? Og sagan fyrir þannig, eina sem ég veit söguna, ég nauðgaði hann á Samfés, búið. Ég veit ekki hver það var, ekki neitt. Það er aldrei sagt, ég meina það er aldrei sagt meira. Er fólk alltaf það bara að segja, já, nauðgaði just somebody? Já. Bara, já. Það þinn Where's the evidence? Skiptir í máli. Já, ég hef aldrei heyrt meira söguna, bara þú ert nauðgari, búið. Já. Og ég bara svona, well, ef þú Afsakið. ert með restina af þessar bullshit sögu endilega sendu mér hana. Jesus, man. Þú færður eiginlega mjög mikið heit fyrir að hafa mig. Það verður eitthvað, já, hann er actually nauðgari, bla 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 bla. Ég bara eitthvað, Tristu mér, ég fæ no hate hvað sem við, sko. já, Það ég er alltaf læg, sko. skil það, sko. Það er líka, það er eitt svona gott með TikTok, bæði að þú getur tengt við 1,000,000 manns en þú munt fá 20-30% hate all the time. Já. Bara all of the time. Skiptir ekki máli hver þú ert. Þú færð heit. Það er alltaf maður. Nema einn maður. Og það er Ryan Reynolds. Hann er, Good point. Ertu hann að sjá nýja myndin hans? Free Guy? nei, ég er að fara í hérna kvöld, held ég. Ok. Og vonandi verður hann góð. En Stu- þetta er Ryan Reynolds. Já, okay. Ég var að vona til að vera fucking R-rated eða eitthvað, sko. En svona, hún er svona Disney mynd, skilur. Já, En hún er funny. hún er, That's all I need, sko. þetta er Ryan Reynolds. Hann er fyndin í öllum sínum hætti. Já, hann er definitely aðal ljósi myndinni eins og hann er alltaf, sko. Já. Já, bara hann er eins og X-Men Original, mannstu eftir henni? Origins, já. Hann var sýndur í byrjumyndanar. Já. Svo kom hann í endamyndanar og var ljósi í smústund. Nei, fuck that movie, sko. Já, fuck that movie. Hann var léleg en Ryan Já, Reynolds. ég elska hann samt sem krakki. Það er náttúrulega, það er leiðilegt svona, þú veist, ertu mikið að fylgjast með svona comic book myndum og svona. Já. Ok, þannig að þú þekkir örugglega sama shit og ég, skil, þú veist, allir hata þessa mynd núna, hún er gett svona stupid og ekki Já. sens í X-Men heiminum, en þegar ég var 10 ára eða voru sem kom út, þá var ég alla daga með penna hérna, skilur, bara eitthvað, ég er Wolverine, þú veist, þetta var geggjum mynd þá, sko. Já, og þú vissir ekki neitt um þetta. Nei. Þetta var bara eitthvað mynd. Það var bara Hugh Jackman again með klær. Já. Maður var ekki bara eitthvað, já, þetta er ekki svona. Svo eldist þú og fattar ok, þetta var ekki góð mynd. Stupid fucking mynd. Þetta er líka, En ég var bara svo, ég maður þegar ég var labbað út í bíó ennþá, ég var þessum krakki, ég bara eitthvað, þurfa að fara að gera Origins með þessum og ég bara get pep og svo bara kemur ekkert. nei, það var hægt Það var bara cancelled, man. Og það var bara eitthvað, Það var fucking disappointing, sko. þetta var disappointment, sko. Þetta er líka, það er sko, hefur þið séð tweetið með þennan Jimmy Lou? Jú, ég var að sjá bara TikTok um það á hann. Já. Bara svona, eitthvað breaking it down. Er þetta ekki basically þannig að hérna Shang-Chi myndi var að koma út Marvel og hérna Plug. Já, akkurat, ekki director en Executive eitthvað director frá Disney. Já, eitthvað svona higher up í Disney sagði í einhverju viðtali að this is an experiment, we'll see how it goes. Og þannig að, þú veist, þá byrja allir í myndin að tweeta bara, þú veist, við erum ekki experiment, skilur við, þú veist, bara eins og sé allir að hata Asian people. Já. Og veist, það eru lawsuit núna að koma út á mótunum og eitthvað kjáltaði, sko. Veist þú meira um þetta? Sko, einu sem ég veit er að þetta er samt smá pröfa hjá þeim. Að pröfa, og þessi karakter er ekki þekktur. Nei. Og þetta er líka, þetta er svona karate mynd, ekki karate, skilur, en svona Asian, martial art mynd, skilur. Já, þetta er svona Bruce Lee myndir. Já, akkurat. Ég skil, hann sagði þetta vitlaust samt. Já, held að myndi öruglega, kannski ekki en Já. En það meinti að öruglega betra hátt, sko. hann meinti alveg betur hátt, en þeir eru undir underdogs,
og þeir eru að þurfa að gera sitt besta til að sína að þessi mynd verði góð en það verður bara ein svona mynd vegna þess þetta var áður en Jesú var hlutur þetta var langt aftur í tíman er hún byrjar hún þá, veist þið það já, langt síðan það verður aldrei önnur mynd svona vegna þess út af, þetta bara til að sína veistu hvað þetta 10 Rings eru já, ég er alveg djúpt í því, ég þekki þetta allt já. En eftir að kód byrjaði þá hætti ég að horfa á trailerin til að vera bara meira svona fara inn alveg dry, ég veit ekki alveg hvernig myndin ég held að ég spuna að sjá 1 trailer cool action scenes, en ég veit voru lítið svona hver vondi kallinn, já, ég horfa á trailerin en þetta bara sagan the 10 Rings já. Þannig ekkert ég elska mórumyndir út af því ég hlakka alltaf til að sjá hvernig þessi kjörtur, hvernig verður sagan, skilur við þó að þetta oftast bara, eins og allar origin myndir hjá Marvel svipar, skilur við en þetta samt gaman að, eins og Doctor Strange þá hún var svona mjög svipið og alla hinnar það var gaman að sjá ný characters og öðruðsni dót sem að gera svona. Ég las oftast teiknimyndasagunar ég reyni að nota meira íslensku vegna og ég nota svo mörg ennskort og ég sá þar allar og ég var alveg ok, þetta nett og þeir gerðu það svona svipað hvernig þetta allt sem var gert en svo hugsa maður bara eitthvað þetta samt myndir maður þarf að taka hluti og klippa á búið það þarf að vera, x langt og það þarf að vera x mikið svona og act og þetta mun aldrei vera nákvæmlega eins og the comics það er bara hann aldrei en ert þú DC nördi eða? Eitthvað, ég veit eitthvað það ég bara lesi það og náttúrulega varstu þetta Suicide Squad fyrstu myndinni sástu hana? Ég fór á hana það var garbage ég var pepp í 2 ári eitthvað þegar var að peppa þetta svo lengi nýr Joker og all this shit og ná bara ekki, oh my god, verður þessi góð Joker og þessi og svo ákvæður að vistu that whole mess þeir tóku myndina testaðu út fyrir audiences þeir testaðu út David Ayer sem the director, hans cut og svo fenguðu the trailer dudes sem gerðu traileri þeir cuttu myndina líka og sínda og engin fílaði apparently þannig að þeir setta það saman þess vegna var myndin svo svona allt í einu er hún allt öðru sinni og mannstu aðri í byrjunni þegar svona er að sína all the characters og það kemur svona skot af þeim eitthvað í slow motion og svo kemur texti með allt svona their stats eins og þessi fucking tölvuleikur ég sé alveg sjónarfnum sem var að reyna að fara fyrir já en passa ekki við restan myndin nei en ég hef heist að númer 2 er mjög góð hún var fucking sick ég fór á hana hún bara hvað maður að segja bara above explanations já, ég hef heist já, maður heldur, ok, önnur Suicide Squad mynd þessi það var léleg þetta er basically, you feel like Guardians of the Galaxy já, þetta James Gunn þetta er Guardians of the Galaxy 2.7 skilur, með nýja characters og ógeðslega fyndin the Shark Guy Shark Man já, ég man ekki hvað hann Huawei eða eitthvað já, ég man ekki hvað hann heit það er bara, þetta er geðvitt ég sé alveg klipp úr myndinni ég er alveg spenntur að horfa á hana ég sé bara svo lítið hana og ég sá bitið þegar hann sagði hand já, það er fullt af svona í myndinni og hann er fucking skemmtuleg karakter það var allir sem hefur ekki séð neitt eru bara eitthvað hæra að spoila ég elskar líka að spoila og ekki segja neitt fyrir þú ert already búin að heyra they don't know it's coming svo bara eitthvað Superman deyr í Justice League wow 3 ára mynd, 4 ára mynd eða eitthvað something like that hann dó ekki, hann dó í í Dawn of Justice eða ekki nei, hann dó í Superman vs. Batman já, fucking trashmynd ég var með svo high hopes þessar myndir maður og allt disappointing þetta er bara eitthvað, heyrði ég ætla að svona hara þessa mynd hún hljóma mjög góð, þetta er Batman vs. Superman fuck já býttu, þeir hættu út af þeir eiga sömu nafn yfir móður sinni oh fuck, dude, you're bringing back memories these are bad memories God, dude, Jesus það er fullt af svona stupid drasli sem ekki sens þú hefur heyrt þetta saying í svona, þetta er oft í þættum
þetta kallast the sticky note fix Já. þú veist, þú bara þessi mynd, Batman, hann gætt bara gefa hún sticky note sem segir, þú veist, hey mamma þín heitir Martha, mamma mín heitir also Martha og þú veist, ekkert og hey, við erum vinir, skilur just sko, ok, byrjunin á myndinni var alveg góð og það var sýnt Superman, Batman og var að bjarga einhverju stelpu og var að sína hann ekki það slæmur og eitthvað en ég sé ástæðan okkur Batman vildi árasa hann en ég sé ekki af hverju þið hætti að berjast og það fucking nafninu þetta er svo fáránlegt það bara en ef þú hlustar ekki á ef þú hlustar bara á Misfits podcast, ekki? Jú, og þig Já, of course, put me freka, yes það, þú veist, ég byrja að hlusta á ég byrja að fíla á svona myndir út af bara podcastum mynda, skilur ég byrja að læra comics þannig og svona, og mér lýnir svo svona ég á fullt af vinum sem voru aldrei að lesa neitt eða svona, og veist, ég las hérna bara Batman, that's it en svo svona byrja Marvel að vera stærra og þá var allir bara eitthvað I've been reading comics for 56 years bara eitthvað, hvað er þetta gamalt? 17? I'm a huge fan dude, já maður, við kannski svona smá off track en hvar, við vorum að tala á hann svona að fara gegnum á lífið þannig að þú veist, þú ert komin í tíundabæk og þessi saga búin að gangi mörg ár með fucking The Nude fucking, hvernig var það? Var þetta svona tala aldrei mömmuðin eða eitthvað svona vissi hún ekki af þessu eða? Nei, sko, ég er ekki það náinn við mömmu minni eða eitthvað þannig Nei. En ég er ofta sagt bara eitthvað, heyrðu mamma þetta er í gangi Já. Eitthvað En ég sagði hann aldrei nægtamynda mína vegna þess að hún mátt aldrei fá hana Nei, akkurat Nema þú finnur mömmu mín á Snapchat og bara What's her name? Þetta er hvað svona hvernig er svona þú veist, hefur þurft að fara í therapy alltaf þetta dót Ég var í sálfræði 1 ár Já, ok Strax úr þetta átján Allt saman kottar af Allt Já, því náttúrulega það er ekki frýtt lengur Nei og það er, ég ekki eitti, það var vel spennt en veist, þetta er mikið peningur það er fljótt, therapy Það er bara eitthvað sem ég segja sálfræði hjálpar ekki Það er bara, ok, það er bara þín skoðun og það sálfræði hjálpaði mér eitthvað en ég hugsa alltaf enda dagsins ok, þeir eru bara hlust á mig út og þeir eru að fá borga fyrir það ég er ekki að hugsa ok, þeir eru að gera það með sínu yfirlega tíma en það er annað sem heitir Kvan, veistu hvað það er? Kvan? Já. Nei, það er svona social á hjálpaði með tilfinningar einar svona socially og svo bara mentally á hjálpaði með tilfinningar og allt saman en það gerir ekki raskat Er þetta svona meðferð sem hún notar eða þetta síða? Ég er ekki alveg að þetta er síða skjá bara kvan.is og þeir eru bara ekki ok, við erum kópáinum come and get some come and get some help baby og ég fór og ég var þarna í 2 tíma, 3 talandi ekki raskat það var bara ekki, já við gerum þetta bla 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 ég man ekki raskat hvað við töluðum þetta er bara dead ass, það er leðilegt en þetta er svona hóp? Þetta er hópur já, okay. Ef þú heldur að þetta mun hjálpa fyrir be my guest en ef þú ert sko ef þú heldur að sálfræði hjálpar þér ekki þá hjálpar þetta ekki neitt en svo hef ég líka lent í fyrir 2 árum að það lent í bílslýsi var aftanarkeisla og það hjálpaði ekki bakinu mínu sko God, I got that double scoliosis man fucking sko mann þurft að fara í svona x-ray og sjá hvernig það er já, það er sko ég er ekki með scoliosis gott, en ég er með verra okay, hvað? Ég er með Cinnamon disease Cinnamon disease Er þetta að segja Chinaman disease? Nei en sko þetta er þetta bætir við
bakflæði. Já, ok Ég var ekki með bakflæði áður fyrr. Nei. Eftir áreksturinn var ég komið með bakflæði og bólga í bakinu á milli hryggjarliða. Já, sæl. Og ég er bara að hugsa, ok, ég mun aldrei fara úr peysun aftur nema ég er einn. Ekki lífdaginn eftir á. Nice. Sko, það var alveg, svo lendi ég öðrum árekstur og blá, það var ekki stór því. Og fara ekkert peningur í þessu? ég fæ pening frá aftanarkesslinu, ekki fyrir að kera kant. Nei. Þetta er sko, veistu hvað bónus er hafna fyrir þér, norðabænum. Okay, já. Það er risastór kantur, svo er bara stór hérna mér. Sér bara þarna. Wow, ok, það er fucking kantur. Já. Hvernig er það kantur? Það er fucking... Það er bara steit, sko. En það er bara svona stór steit sem er bara til að láta fólk ekki keyra. Þetta er svona bóið upp, bara bóið svona upp. Og kantsteit og svo bara svona til að halda þessu uppi. Ég keyri beint á það. Þú bara keyrir við 3 konur og þú bara, já, það var fullt að eitthvað svona stopparar Já, svo ég held ég keyrði við krakka, veit ekki alveg. Þetta er svona lítil þröskuldur yfir ég var ennum frá króna. En svo var ekki stuð því. En svo er bara lífið mitt bara búin að vera boring hinga til. Já, nei, menna, er það ekki samt bara svolítið fallegt, skilur ég? Bara búin að vera doing your thing, skilur ég? Já, þetta er búin að vera bara mjög létt seinast ár. Já. Það hef ekki hjálpað með að ég hef verið í 5 samböndum áður. Fyrsta sambandum mitt, ok, ekkert. Næsta, svindl. They're all listening, bara ekki, hvor er ég? Númer hvað? Númer hvað er ég? Og það var svindlað á mér. Haldið ég svindlað á henni. Já. Seinasta sambandum mitt. Já. Nei, 5. sambandum mitt. Nei, það er 4. Ég mani þetta ekki. 4. sambandum ég held að ég svindlað á henni. Já. Og líka 5. En þá hefum við nauðgað af aðrar í gellu. Var þér nauðgað? Mér var nauðgað af gellu. Okay. Fjölskyldum ég var heima. Okay. Og ég var bara ekki, ok, ég svona var að tísa hann allan tíma. Búin að ég gaman að því. Hún var að föstu líka. Svo tókum hún úr buxunum og ég bara, ok, heyrðu, þetta er svo langt. Og hún reyði mér. Ég sagði henni að hætta mjög oft. Þú bara held af henni bara? Já. Þá ætlaði ég ítt henni að mér. Þá ætlaði ég fekk styrkin í að íta henni af. Varst ekki líka in the moment svolítið bara, þú veist, kannski hrættur að meiða og hana, skilur, og þá kannski fer sagan öðruvísi eða eitthvað? Já. Meiða hana, þá fyrir sagan öðruvísi. Ef ég væri eitthvað, ok, ef ég myndi, hún getur sagt söguna öðruvísi, ég getur sagt söguna öðruvísi, það er engin trúa í þessu, og það er ég get ekki farið því bara á læknastofu og sagt, heyrðu mér á nauðga, hvernig get ég séð það? Það var bara ekkert svona sem við getum testað, right? Nei, ekkert að stráka. Ég finnst það svolítið svona, ok, ég get logið með hvað sem er, en ef eitthvað gerðist, þá er ég sönnum fyrir það. Já. Og með stelpur er alltaf ég að tala um þetta eða bring it all out, sko. Þá ef þeim verður naukað, þá verður bólga í leikaðinginum. Eina sem veit af þessu. Já, ok. Er það ekki alltaf bara út af blóðið eða eitthvað svona sem taka test úr leikaðinginum? Nei, það er bara bólgin. Hún verður bólgin og svo tekur hún test. Já. Fyrir ef það verður meira blóð en vanlega. Þú mútt ekki gera þetta á túr. Ef þú gerst þetta á túr, þá er þetta bjóðan á túrinu búin. Brenna skilja þig, því ég bara heyrt svona ég skil ekki alveg nóg hvernig þessi test virka á kvenmenn, skilja. Já. Er það bara, þegar verður nauðga, fá bara bólgu innan í og það kemur smá blóð. Já. Þannig það er sko, það gerist líka þegar þú ert að ríða fyrir skipti, það kemur bólga og blóð, en ef þeir eru nauðga þá eru laugungin ekki tilbúin í þetta. Nei. Allt sem að lokast. Já, bara
og þannig að þú veist þegar þú lendir í þessu þú veist hvernig þú hendur henni að þér og svo bara hendur henni út eða bara ég fór í buksunar og við heldum þetta bara, ég held þetta mjög rólega talaði við hann og var bara, heyrðu, ég held þú varst að fara bara eftir svona hálftíma og svo af hverju ég sagði klukkan 10 og þannig að ég helst að mæta vinna á morgun eitthvað á sunnudagur þannig að það er svolítið góð afsökun það var ekki að gera nýtt á morgun já og hún fór ég hringdi í kæristu mína á tímabúndinum hringdi hérna hágrandandi sagði hann að koma ég sagði með mér frá þessu og við skiptum á rúminu og allt saman ég held þessi lukk ekki til lengur, ég brendu örugla og hún kom og ég sagði henni frá því hún hágrét hún ætlaði að hætta með mér á staðinu og ég held ég svindla á henni já. og ég bara ef þú hætti með mér í dag þá er þetta búin að vera aðeins verri í dagur en ég langaði þess að vera já og hún var bara alveg já ok, ég ætla ekki að hætta með þér ég ætla að hugsa málið great en ég fekk svo mikið samverðskapið eftir þetta þetta gerist og það ég held þetta mér að kenna ég hef alltaf kent mér allt saman já. það gerist til fólk með þunglindi og eitthvað þau kenna sjálfur sér þetta það léttar að gera það skilur já og ég hætti með henni og það mér leið illa fyrir hana þess að díla við mig og við erum bara búin hinga til ég sendi henni fyrra dag sendi henni snap er þetta ekki að þú veist nokkur árum setna þá nei, þetta var alveg nokkur mánuðum sendi henni snap og hún var alveg já, hvað viltu mér ég bara svona langar bara heyri í þér ég var að tala um þig og hugsa um þig og langar bara heyri í þér hún removaði mig og ég hugsa bara eitthvað ok, fuck it lífið er bara svona þetta er baka mig, er þetta kveikt eða slögt hver? Myndan? Nei já ok, það bakaði mig já ég lít kannski ekki á það eins hard þú veist þess þegar allar stelpa aftur þetta hætti með henni ég verið í mörgum samtum líka og þú veist ég samaði fyrir eitt af kæristum minnum var bara í ár var hann bara að segja allum ég svaf með vinkunum hennar og eitthvað svona kjaftaði ég hef alltaf bara verið á þú veist ef við hætti saman þá þarf til að bara alveg útaloka þú veist hinna mannskina ég hef aldrei svona gone back en þannig er hún ekki bara svolítið þú veist fokkir hrætt við þetta sitt skilur og hún alltaf held að þú svafst með gælunni bara já, ok, ég sé alveg að hún er ekki alveg tilbúin í að tala við mig aftur já. En ég vildi bara heyri í henni hún er á föstu núna ég veit það út af hún sendi mér mynd af öðrum gaur ég held hún er á föstu já. Hún er hamingjusum, I don't care hún er hamingjusum, I don't care ef hún leið er alltaf til að hjálpa sko, ég hef alltaf sagt mér er slétt sama hvað er að eins lengi og brosa enda dagsins þá er ég góður og það ég hugsa meira vanlíða en hjá öðrum en mér það hugsa að mitt er setjum tíma átamál það getur góð hlutur og mjög slæmur sko. og ég getur bara einn daginn og verið ok, wow, ég er til í allt saman og svo líður vinkoninni illa og talar um hana og svo líður þér illa daginn eftir á en þú setur þess að grímu upp á þig og heldur bara, já, lífið er æðislegt en ég innur eftir að deyja ég var mjög mikið svona þegar ég var yngri í 10. bekk sérstaklega og ég var alltaf oft bara svona eitthvað já, ég skal hlusta á gæluna en ég er real over that sko núna bara að því stelpur þó kannski ég sé ekki endilega að þeir eru að gera þetta rosalega viljandi en stelpur oft eru kannski við strákavinni og þeir eru kannski með eitthvað gauð sem er að reyna við og það virkar ekki þá fara til hann strákavinn og þeir eru bara þeir eru oft bara að nota svolítið mikið bara ég ætla bara, þú ætlar að vera hana fyrir mig alltaf, ég ætla ekki að láta það getur verið lifið eftir eitthvað bæðið skilur við þannig að ég skil alveg sem hún segir að svona bara þú veist, ég skal bara hlusta á hana og ef henn líður illa, hann líður mér illa líka en það ekki líka bara, þú veist, ekki gott fyrir sjálfum þig sko, það er ok, ef þú varst
ég var eins og ég veit ekki alveg hvað nú skilða og ég vinkona mín núna Já. hún hætti með kærasta sínu þau vorum saman í 8 mánuði cirka bát og hún veitur alveg hvernig ég er að tala sko. Og þau hættu saman hún gréti í viku ég var alltaf til staðar fyrir hennar en ég meina aldrei að vera rebound eða whatever ég meina aldrei vilja það lætur mig líða fá tilfinningur og lætur mig líða illa og hún með neita mér skilji þá erst þú núna komin í þú veist annað samband sem þú veist alveg ég ætla ekki að ekki jú sko svo segja margir út af ég með svo margar stelpur á Snapchat það ekki flestir strákar út af þú ert vanlega með hitt kyni á Snapchat vegna þess að þú veist alltaf að eitthvað gerist getur alltaf og ég ætla að pika upp í þennan gæja eða þessa gælu ég get það ekki út af you're not a bad looking guy sko you're totally fine sko já bara svona en ég skil allt ótið sem þú lendi það kannski svolítið erfitt að líta á því sjálfan þannig já það sko það það en ég bara gerir mjög skrína svona og lífið er svona heldur hægt að róla áfram já skiptir ekki máli hvað það gerir það skiptir ekki máli hvað maður gera og það þú munt alltaf vera þú hlutir mun breyta þér en það verður alltaf ein gerð af þér þú ætlar að heldur áfram sterkur lífið er að henda þér 15 curveballs a minute ég veit það bara stendur í fæðar ég byrði lappa út úr þér og sé að bílinn minn er farin eða eitthvað já við erum líka í miðbæ Keflavík það geta allt gerst það var reynda að finna fyrir klukkutíma síðan þá voru 3 löggubílarna fyrir þann að því að það er stór bygging að vinstra megin sem að þetta er fallað fólk sem er yfir 50, 60, 70 og they always got some issues þannig að var greinilega annarkvort einhver nakin út að hlaupa eða eitthvað skilur you know kannski stila you know the usual skilur mér finnst það mjög næst svona erst þú byrðið í Hafnarfirði? Já ég byrðið í Hafnarfirði finnst þið svona gaman að búa stað sem er mikið fólk að vera skilur að labba og svona eiginlega ekki, ég finnst mjög þægilegt að eiga heim eigin og vera flutt í Hafnarfirði var svolítið skrítið og líka byrst í eigin það er ekki alveg completely bara different, miklu svona tætari bæra ekki allir það ekki alla já og allir eru svona ok, ef eitthvað gerist þá er alltaf þeir hjálpa en það er samt sko Vestmannaeyjar og Hafnarfjörður eru mjög líkir á suman hátt en Hafnarfjörður með meira fólk væntanlega Vestmannaeyjar er með 40 mínútur að labba fram og tilbaka yfir í eigina sko það var fljótið það lítið maður já. Og labba nýri bæ eru 5 mínútur sko já. Og labba upp Eldfjallið var svona hálftími það var höskulur þannig að þetta er ekki alveg svaka alvarlegt hvað varstu gaman til að byrja stanna? Ég er búin að búið hennar alla æfum þangað til að pappi lést sem á 15 ára var þjóðhátíð big thing fyrir þið? Já, það er aðeins þá ég hef aldrei mistað þjóðhátíð sem hefur haldið já þegar ég frétti af COVID var hlutur ég bara, ok, þetta er eins og í ebóla blæsa af í eftir 2 mánuði kemur aldrei til Íslands bara everywhere it's all over the world og það er ekkit annars og ég bara ekki, heyrðu, við náum þessu frá okkur eftir svona 2 vikur bara í morgun þá var ég på velli og ég er að býða hjá svona taxi drop-off drasli það var 2 Amerikanar og einn gærin vil ekki setja á sig grímu hann bara ekki að því þeir voru að fara í bílinn þeir voru bara svona að hafa fyrir utan hann bara ekki, I'm outside man I don't wear a mask svo bara, ég bara svona ímyndum bara að hlýtur á fólk sem er bara, bara alveg brjálað vil ekki setja á sig grímu og ég menna, look, a year later we're still here og þegar ég frétti að þjóðhátíð var ekki verið haldin það draf smá svona á stemminguna fyrir mér svo var þjóðhátíðin var haldin allir að fara peppa upp og svo bara já, ég var á leiðinni frá útlöndum saman dag og þjóðhátíð myndi var haldin þannig ég var á leiðinni frá útlöndum beint frá Keflavík beint til Eyja það verður sick maður hvað varst þú þið? Ég var í Noregi
En svo frétta því þjóðatíð er hætt Ég bara ekki, býtið það, fór á MBL og skoða allt saman Þjóðatíð er hætt, ég bara Ég var ekkert að taka viðtal við hérna klámstjörna sem reið á golfvellinum hana Vestmannum daginn Já. Hann ætlaði að ríða upp á sviðinu sko, því var bara enginn hana En ég meina, I don't know, það ég hef farið á þjóti einu sinni held ég er ekki svona útilega sko, hvað er svona, what's the main thing? Hvað er svona Main thing er stemmingin í tjöldunum Já, bara Ég finnst sko the whole fucking vibe Já, the vibe Hérna, þjóðatíð sjálf er æðisleg Heyra breggsöngin og allt það Ég var alveg upp við þetta Þannig ég á að elska þetta Já, you must Já, það er bara ekki, heyrðu, þjóðatíð er að koma Ég er eitthvað 5 ára Þjóðatíð er að koma, þú elskar hana Ég bara, ok En ég alltaf dýrka þjóðatíð Og sko þetta er ef þú færð íbúðana eða húsnæði bara yfir helgina þá er það að fara að rukka þér 100 skall sko fyrir daginn Akkurat Það er frá hann Já, þannig að það er alltaf eitthvað 4-5 í 2 menna íbúð allir saman finnur ekki Það er líka, veist, ég hugsa alltaf að maður þarf að vera í tjaldi mannina ég bara hata fucking tjöld Ert þú alltaf bara í hóteli eða í íbúð bara? Ég átti heima þarna þannig Já, varst alltaf bara heima Já, var alltaf heima Við áttum heima í 3 húsi Við lögðum næstæðin alltaf Hversu lögðu? Við vorum alltaf að leigja næstæðin okay. Alltaf fulla bókað Já. Alltaf að senda okkur, hei, er hann þó að leigja Er hann þó til leigu eða eitthvað Það er bara heyrðu, sorry, fullt Það komu 10 til 12 sjúklega fucking heita gælur Voru að leigja þetta? Hæ? Voru að leigja Já þing? Ég held aldrei Ég hef lappað 3 svona niður Ég held ég lappaði svona 30 sem niður hana Sá þeir skipta á allt saman Ég var 15 ára Senast þjóðin hjá pappa mínum Ég var 15 ára 12 gælur Perfect age Já, perfect age Og það sé, æ, þú er svo mikið krút Ég bara, já Ég kann á Pornhub Hver þarf Pornhub? Þú veist með þetta í IRL Akkurat En sko Ég svaf ekki nætunar vegna þess hljóðum frá þeim Já Mátti halda að það var orgy þannig niður sko. You like to think that, wouldn't you? En alla stelpur núna verið ekki Oi, hvað er aðanum? Og 15 ára að perast á að tvítu gælum Það er líka fullt að gælum á að hlusta á þetta núna sem er bara eitthvað yeah! Hann náði þessu Það er fullt að we got some fun chicks hana, hlusta á það bara stuð sem dæmi það er alltaf eða var einn stelpa sem sendi á mig fyrir hvern þátt Já. Bara ef ég gerði eitthvað feminist djóka eitthvað bara sendi á mig og bara drulliði mig bara aftur Sko, ok Ég er svona feminist, ég er alveg mömmin núna Þannig ég skil alveg ykkar hlið En joke er fucking joke Já, ég er alltaf öfga feministi skila en alltaf ekki, sama og bara það er allir feministir, sem feminismi þýðir ef þú ert ekki feministi þá ertu á móti að hvern menn með að gera sem við meðum gera það er svo mikið öfgi núna það er svo mikið bara að þú eru cancel við nokkrum orðum sem segir og þú átt ekki að hafa skrýtna hugsanir skilur Þetta er orðið svolítið svona orðin heimurinn þú mátt ekki tala neitt þú mátt ekki gera neitt annað verður cancelar eitthvað það er samt bullshit skilur á Íslandi, við erum ógeðslega free en það sko all the things I say on this podcast sko, við erum alveg klírinu fine sko við erum ekki nátt línu ég er bara að bjóða Inga á þetta podcast oft sko ég skal lefa að snerta eistu mín putta í raskati, hvað sem út smá svo sleikur á milli ég skal setja pigtails á mig og líti út þessu ung stelpað fyrir sko þetta er saman með Gils hann var ásakar nauðgun fyrir 7 árum hann er ennþá FM blöð og öllu það er alltaf fjall skilur hvað heldur að það gerist með Ingo að það fellur líka nothing will probably happen það er mest líklega útkoman hann alltaf var að spila á Tenerife daginn það var bara Íslandingar það er bara ok það er líka
það svona góða vita og slæma, það er ekkit allir að fylgjast með þessu eins vel og þú veist, okkar generation á netinu þannig að það eru fullt af fertu yfir sem don't give a shit og kannski bara fíla Ingo þegar hann spila lagið á þjóðhátíð. Já, sko hver hlustar á Ingo, þú veist, hver hlustar á Ingo bara yfir höfuð maður hlustar á Ingo bara okkar aldrei skilur að fáir okkar aldrei að blasta Ingo við ykkur daglega og er núna kannski, bara damn kannski á partíum bara eitt gott lag sem hann syngur sem er þjóðhátíðarlag eiginlega bara ég held að ég þekki ekkert annað lag nema eða þjóðhátíðarlagi frá hann sko. Svo er líka lagið með Bahamas jú, Bahamas og maður hlustar ekkert mikið á Ingo ég þóldi ekki að laga það var allir krakkar þeir hlusta á þetta svona sumarið þegar við erum svona 5. bekk og svo bara bara endalaust að syngja í tímanum Já, sko ég var að horfa á Strumpar daginn þetta er það catchy ég var í vinnunni svo bara þú hvað, varst að hlusta á Strumpana? Ég varst randomly að horfa varst bara með það í Nei, litlfrændi minn hann er eitthvað 30 ára hugsa mjög vel um hann ég var að passa hann segir, getur sett Strumpana á þá komu Strumpanir með Garena Strumpanir Bahamas og bara Strumpalagið bara YouTube eða ekki, bara svona Nei, bara á disk þetta er Strumpadiskur eitthvað og ég bara eitthvað, ok, ég ætla að setja þetta í útvarpið þetta var svona gömlu útvarpin stóru í hátalana setti það á og ég var bara í símanum mínum að chilla bara skoða ekki en TikTok og eitthvað það heyri þetta frá allstar alltaf, og ég bara, ok liðin svona 2 tímar, ég slekka á þessu hann er bara stöpinn úr það með rassin upp í lofti og ég bara, ok, ég set sengin yfir hann og hann sopna bara ég var í vinnunni bara á það ég var bara að hugsa Strumpana og ég var að byrja að humma Strumpalegið og allir voru bara, hvað varst að gera? Ég var að horfa á hlusta á Strumpana það er eitthvað að því bara eitt bró ég var að laga bílum minn ég kveikti á Strumpana fyrir svona peppa mér upp sko. ég bara, hvað er svona mannst þú eftir drastið sem varst að hlusta þú var skrækki svona þú veist, eitthvað svona diska eða þú veist, latibær, skilur við mann eitthvað að því en ekki svona eitthvað mjög svona clearly Nei, ég veit að það var eitthvað svona strumpalega svona ish cartoon back in the day sem eitthvað svona svartan álf og ég var bara terrified í þú veist, svona 2 ár svartan álf og myndi ég geta mér svefn að þú veist, svolítið svona reisjur já, myndi koma með bana á þetta var nefnilega í svona útvarpi eins og þú segir nema þetta voru þú veist fullurni leikarar að tala fyrir hann þannig að hann hljómaði þessu djöfullin það var bara skítrættur svo var eitt annað ég mannst eftir litlu lifrunni Nei, þetta ekki Lilla lifran Já, það var eitthvað kónguló sem var gömul kona lifran leiti eins og lítið mat þetta var teiknimynd þetta var viðbjóðslegt ekki að djóka ég held ég aldrei fengið jafnmargar nightmares, ég man ekki íslensk orðið yfir þessu martraðir yes. yfir viku en að sjá einn svona kónguló og fokkin lítið batna Nei, þetta er svona lítið lifra með batnaandlit já, lifrið lík og kóngulóan leiti svo gömur amma með svona potandi út já ég get ímyndað með frekar vel að kannski ég við sé það sko með svona minningar sem eru way in the back there já, way in the back þú verður að grafa þetta upp sko. já. Og þetta kom bara sko minningar frá bara í gær held ég það ég var að hugsa bara hvað get ég tala um potið eftir ég múið tala söguna mína var ekki að hefur tala um þetta heilið mig fyrir í gang, ég með ADHD og heilið mig fyrir í gang og ég bara ok, ég ekki tala um þetta ég er ekki að tala helmingin um það ekki að búið 1/4 ég er búin að koma staðið svolítið núna ég tók podcast á hann með einu strák sem ég ætla ekki að segja það bokkir hræðilegt sko. Þetta er mjög gaman núna ég er að hafa gaman að spjalla sko. Það bara gekk ekkert var þetta bara
Já, hann var ekkert að segja neitt. Hann svona svaraði dótið mínu kannski svona 15 sekundur og svo bara silence. En með svona podcast ég má læra það fínt bara svona, ég var með svona 3-4 spurningar fyrir og svo bara, hvað gerist til Marvel og bara. Þetta sko sögunar allt saman á að tengjast í podcastum, fara frá einu yfir annað og bla bla bla. En sure, þannig á að virka. Nei, sure, you know the good thing with podcast that the pirate radio, we can do whatever we want. Ég get fara á Buxun núna, þú get geta þess að Maggi Mix byrja að kirkja mig. Ok, smá technical difficulties, það kom bara nakin maðurinn inn og byrja bara að slá teipinu sín á allstæðana og þetta hefur verið klikka en það missed the footage. Damn. What are you gonna do, man? Já, var þetta líka Araba eftir honum? Jú, þetta var brjála sko, hann var með Taliban og hann var með fánan. Er þú búin að sjá þetta shit sem er í gangi núna með þetta Taliban? Nei. Amerika loksins að fara á Afganistanum. Já, það. It's great. Já, ég sá það á TikTok, það var bara heyrðu við gangu byssur. Já. Ok, en þú gæti skutið um það. Það. Það er svona, ég veit ekki hvort að þú fílar eitthvað conspiracies eða svona, þetta eitthvað svoleiðis? Ég fíla það alveg en ég er ekki mikið í því. Nei, þú líka, allt þetta shit, maður er ekkert 100% trúið, sko, en eins og með 9/11, I'm pretty sure að þetta var tengt Ameríku og þeirra George Bush. Já, þeirra government, gerði þetta og það var vídeo á ekki vísir, eitthvað svona, divaf. Bæði, ég get sé fréttir mína Wake Up Late og divaf.is, check it out. En þeir voru sína vídeo af einhver hermennum að tala við poor Afghanistan people, voru sína myndir af 9/11 attack og þeir bara I don't know what this is. Þeir vissu ekki hvað það var og þeir svona reyna að tengja skilurlega, það var eintingin í Afghanistanum svona, ekkert allir skilur, þetta var kannski ekki þeir skilur, það var kannski bara Ameríka að koma hann inn, George Bush. Og það er mynd sem heitir 2 cents. Já, eitthvað svoleiðis. Og ef þú googlir 9/11 conspiracy cents, þá kemur bíómynd upp. Hún er klukkutími og hún bara sýnir bara endalaust footage og svona útskýrir þetta controlled explosion shit þið sína fullt af myndum að gluggum svona alveg eins og í controlled explosions. I don't know, but I'm pretty convinced. Pretty fucking convinced. Og mér langar að einn daginn að fá að vita þetta skilur, who killed Kennedy, fucking það er búin að komast að því og hann var ekki sakaður það, ég held það ekki, ég man ekki hvað nafnið hans var, hann var ekki sakaður það. Ok, hvað, ég man ekki nafnið hans. Ok, þetta var einhver frá Rússlandi, það er ekki myndum þetta, JFK killing, eitthvað, JFK myndið þættir og það er conspiracy theory var þetta að hann var náð manninum en hann var ekki tímaflakkari. Great. Og það var bara þættin í ganga það og ég var að hugsa bara ok, þetta væri helvinn þetta væri satt. En maður var aldrei náð hennum, hann var ekki neitt nöfnum hann, ekki neitt, hann fór undir einhverjum allt öðru nafni. That's retarded. Og var bara ok, það er bók sem ég er að lesa núna sem heitir The Devil's Chessboard, mæli með. Hún þetta er sem sagt einhver writer sem tók niður CIA, það er the director of the CIA gegnum World War II. Hann var ekki the director, hann var í the CIA í World War II alveg til eftir að Kennedy var drepinn og kalda stríð var svona enda, þá hætti hann. Og þessi maður hann var bara basically president nummer 2. Hversu mikið svona dót hann var að ná að stjórna þessu landi svona, og hann var partur af því að Kennedy assassination, hann var í herberginu sem þeir segja að þeir plönuðu þetta. Og ég er ekki komin á kaflan sem að þeir segja hvað var að tala um og svona, I can't fucking wait. Já. En who knew að þú getur lesið bækur og sem segja betur en YouTube videos. I don't know, just saying. En ég ætla að segja, ég get ekki lest bækur. Það er eitthvað sem Nei, Audible, ég er ekki að lesa þetta sko. Já. Sko, audiobooks baby. Ég er í audio
Box, eitthvað Audiobox, eitthvað þannig Já, borga mánaðarlega fyrir hann já, Audible. Já, Audible og ég er í því og ég hef notað einu sig Já, það mamma notar þetta mest og bræði minnir ég hef aldrei lest bók á þessu ári eða senustu 5 ár það er mjög næst að lesa Audible. Það er svona, ef þú finnir eitthvað bók sem fílar, skilur, já, bara, þú veist, já. getur klaufi Það er líka, ég þólega ekki svona fiction. Ég elska documentaries, þú veist, ég það upp, skilur, og svona bækur eins og þetta, þú veist, þó að þú veist, flestir myndir kannski ekki að nenna að hlusta á 24 klukkutum að bara tala með ekki að CIA, en þetta er svo klikka hvað Amerika var að gera, þú veist, þeir voru að taka þeir stálu að þau unnu saman með nasistunum og fengi gull frá gyðingum og notuðu það til að borga fyrir nokkur mission á þessum tíma. Þannig að þeir voru að vinna með nasistunum áður að stríða búið og alveg til það. I don't know, mér finnst það bara awesome. Já, þetta er bara awesome að læra þetta, sko. Já, svo talandi nasista, það er talað að þeir voru með réttu hugmyndina. Þetta er eins og með Findio. The Aryan Race. Já. Þeir voru með réttu hugmyndina. Það var ykkur að tala það. Þess vegna nasistar eru ennþá til dags. Ertu að tala hugmyndina, þú veist, að þeir eru að þýska þjóðflokkurinn the number one thing, eða eitthvað? Já, að þýskir eru bestir og eiga valdi yfir öll og bara nasistar eiga valdi yfir og gyðingar eru bestir. Það er bara fólk sem segir að þetta er satt. Ég bara... Já. Hvað er datt á hausinn að þér? Ég datt að það er ekki með fallið en hefur datt lengra Ég fór í Pólland í bara mánu ári loku Pólandi fyrir COVID og fór í Auschwitz. Hvað er með COVID eða? Þetta var fyrra en og þú veist, ég fór í Auschwitz og það var, þú veist, upplifin bara by itself að sjá hárið og allt þetta ræðilegt, sko. En vorum að tala við, þú veist, taxi drivers og vorum að tala við fólki í rútinu og svona bara anything nasista, anything, skilur, bara og þeir tölum af creepy, skilur, þeir tölum rosalega mikið núna í Þýskalandi og Pólandi sérstaklega núna, þá er þú veist, quote unquote the far right eins og nasista voru, þú veist, mikið á rasisma, mikið á þú veist, að hata þjóðflokka, þeir eru að taka meiri votes núna heldur en ever before, aftur og þessi kona var að útskýra fyrir mig svona, já, nákvæmlega svo 1937 eða eitthvað þegar Adolf tók yfir og hún bara ekki, hún var að sína mér á netinu, þetta er svona ógeðslega líkt back in the day, þannig að þú veist, það er eins og það stoppa aðri, það er svo þessi rasistar bara, þú veist, þegar stríða búið þá bara svona tók við aðeins bara pásu og ég ætla að drepa gyðingi eftir 70 ár Bíða bara just a little wait bara, þannig að það takk ekki eftir, ég bara fatta ég bara en ég meðist, fólk trúur á alls konar sitt, það er auðvitað sitt sem við trúum á sem meikar ekkert sens fyrir Kötti já, veist, já og þú veist, kötti geysur en ég meðist, hvað er eitthvað svona conspiracy theory sem þú trúur á svona bara eða svona 100% ekkert 100% nei. En það er ekki hægt, skilur, maður veit ekki svarið þannig að það er alltaf speculation. Ég trú á það er meira í sjónum en þú heldur, eins og Cthulhu og eitthvað kjafta ég vona það, sko bara ég fucking vona það, sko bara við tröflum það ekki, það er nógu langt, bara mjög nálægt bara jarðskorinu, nógu, það er djúpt, ekki að það er eitthvað svakalegt. Ert þú múin að sjá Gaur, ég þarf eitthvað svona Jamie eins og Joe Rogan podcastinu, bara eitthvað sem ég get alveg, ég getur pullað upp svo getur fengist á vídeo, en það er vídeo af svona squid sem, þetta er bone squid eitthvað að kjafta og að þetta er eitthvað oil rig og það er svona myndavel lengst hún í sjónum og hún er eitthvað, þú veist, 40 metra löng eða eitthvað og hún lítur út eins og The Punisher logo og hún er græn þetta meikar ekkert sens, en þú veist, það hlýtur að vera miklu verið hlutur hann en örugglega og god damn, ég vona að ég fæ að sjá það í daginn, bara eitthvað huge hákall sem er, þú veist, stærri já, þú veist, eða bara, þú veist, ég sá myndum daginn frá Joe Rogan á Instagram hans, Ghost Shark eða eitthvað og þú veist, þeir eru það langt niður og þeir eru blindir, skilur, þegar þeir komu upp þannig að augun líti út eins og það sé bara takk úr augun
og þeir líta bara út eins og svona skeleton shark eða eitthvað. Já, bara beinagrind. Já, eiginlega, what the fuck? Maður bara eitthvað, svona er bara heimurinn. Svona er heimurinn, sko. Og ég trúi á þetta 100%. Það er annað lífi út í heimi. Kannski. Dude, for sure, man. Já, það getur ekki verið. Ég vil vera að sjá sem Pentagon er búin að gefa út síðasta árið. Nei. It's awesome, man. Bara, þú fara heima eftir, googla Pentagon UFOs og þeir eru búin að vera að gefa út loksins blöð frá 1960, 70 og þetta er bara, þetta er bara skýrt bara, það við erum búin að sjá, on average eitthvað 300 UFOs á ári á þessu bisi og 100 hérna. Þetta er bara þúsundir af witnesses og myndböndum. Það er ný myndbönd af bara, þetta heitir ég man ekki, þetta er eitthvað the bla 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 UFO og það er svona, fer gett hratt í allar áttir, megar ekkert sens og fer hún í sjóinu. Sko, UFOs are real. Dude, yeah. Sko, það er, ég trú á líf og pabbi mér að líka. Ég trúi meira á líf út í heimi heldur Guð hann sjálfa var til. Það meikar bara sens að það er something there út í hana, skilur Já. Næsta plánutu, skilur It's gotta be something. Það er líf á Mars. Það er líf á Mars. Það er bara bakteríur og það getur sagt bara mikið. Það gæti verið þetta líf að koma eftir 1.000.000 ár. Annar líf. Og þeir eru alltaf að finna eitthvað nýtt, nýja frumur eða neina bakteríur sem eru inn í eldgosinu hjá okkur, skilur sem er að surviving í hæsta hita, recorded og eitthvað, þannig að það er alltaf við erum alltaf að læra bara, já, það er anything really possible, allt saman til. Þannig að af hverju gæti ekki verið eitthvað svona little green goblin á Mars. Já, bara, sko og haugsur út í það allt saman hægt og þetta fyrir bara aftur í söguna hjá mér, allt saman hægt að gerast. Það er bara, ertu með viljan í það. Þetta fór bara eitt stóra ring, sko. Yeah. It's kind of beautiful. Já. Þannig að gauð, bara er eitthvað meira sem þú vilt koma á þessu podcasti áður við wrapum upp? Það voru skemmtilegt með. Já, þetta er búin að vera skemmtilegt. Það er gaman að vera hérna. Já. Eða vantar eitthvað bara til að spjalla um eitthvað fáránlegt. Gekkja, maður gott að heyra. Það bara hit me up, sko. Ég líka mist alltaf gaman að fá okkur nýja podcast en mér langar að fá fólk aftur og aftur, ég vil ekki bara taka eitt viðtal við anybody, skilur. Já. Þannig að bara er eitthvað sem þú vilt plugga, þú snappið eitthvað svona eða ég er með ómarga á Snapchat, það segir ég get ekki alltaf fleiri um að Snap. Snapið þeim. Jú. Ég með þúsundir á fólki. Ég er sínt, sko. Þú með að stilta eitthvað villist, sko. Ég fæ svona on average 100 mannskjur á viku eða eitthvað, þú veist. This is bullshit. This is some bullshit. Oh já, þú gerir röð, right? Já. Ok, ítta núna aftur. Hvað stendur? Too many friends could add enough. Ok. Prófum eins og restarta Snapchat. Let me just að ég hef lent í þessu þegar ég er að adda fólki og fljótt tilbaka. And anyway, þannig að the guy with the most Snapchat friends what the fuck you fucking it's crazy, sko. Makes no sense. Þetta er bara stelpur. Já. Ég er með alla gæja Hvað meinar? Það er klikkað með. Og ég hef sagt eitt líka. Ég mun simpa yfir einni gælu. Bara einni gælu. Simpa, já. Hún heit Edda Louisa. Hún er með OnlyFans. Já. Er hún ekki svona stóra Instagram og eitthvað? Jú. Ég er með mynda af henni á loksinu mínu bara út af fucking memes. Það sést ekki. Hver er þessi gæla? Hún er með OnlyFans. Hún er vinkonu Bellu eitthvað. Voru á eiginkonum. Já, ok. Og hún hlýtur að take to wake up late somehow, right? Porn stars are all connected. Já. Pappinar er Björgvin Frans. Hver er það aftur? Ég er búin að heyra það svo oft núna. Björgvin Frans, hann var með stundin okkar
krakkasjóið Nice, okay. og hann var karla sem barnaska mín og hann var með þessi lilla brúðu hjálpa dúkkuna með rauðakrossin á sér og eitthvað og barnaska mín ég held að hún fullorðinska mín Nice. Á hvernig myndir hann lockskýrðu þá? ég veit, þetta var fyrir mím þetta var fyrir mím Já, right, sure tóðlega ekki nokkuð mér yfir þessu Þetta er geggja nóg til að enda þetta á bara takk fyrir að koma á poddi bara gaman að hafa það með See ya